Komið sæl og bless og velkomin að viðtækjarum. Við leggjumst aðeins í myrkrið núna, Birgir. Já, þetta var svolítið dark. Við vorum að klára að taka upp hérna með honum Benóni, stórvinni þáttarins. Já. Líffræðingur hjá Hafrannsóknastofnun, snillíkur, kann að segja svona frá sínu fæi á mannamáli og maður er ekki laustið að maður sé aðeins eftir sig. Já, maður er þungt hugsi núna. Við erum að taka upp lítið intro fyrir ykkur eftir þátti. Já. Það er líka okkar ábyrgð sem ábyrgra veiðimanna að kynna okkur svona lífsferðla og meira á bakvið þess að fiska heldur en bara skrækið og yngli. Já, við líka bara hvet fólk til að deila og tala hennar þátt. Fá smá samræði upp úr þessu. Já, það eru óveður ský yfir þessu, flestu þessu tölum þó að við láta nú svona kannski skína sól á milli. En já, bara njótið, Benóni kann sannarlega segja frá hlutunum. Benóni, velkomin í Hylinn aftur. Takk fyrir það. Við sitjum hérna á fullveldisdaginn 1. desember og þá langar maður að spyrja þig, þetta er svona svolítið merkilegu tími hérna hjá fiskunum hjá okkur. Hvað er í gangi í ánum okkar bara núna? Veiðitíminn er löngu búinn og allt það. Já, þetta er merkilegu tími. Það er rigningatíminn er afstæðinn og laxfiskarnir okkar, þessi kynþroska laxfiskarnir, þeir eru margir búnir að skila hlutverki sínu. Að vísu eiga sömur þeirra eftir að koma aftur og rigna. Já, sem betur verð. En nú hafa þeir lokið sínu lífsstreði margir og lagt þetta í hendurnar á náttúrunni að koma næstu kynslóð á legg. Já. Hvenær er þetta klárast þessi rigning og nú er það einhver litið mismunandi milli áa náttúrulega en eins og laxinn, hvenær? Það er nokkuð vítt svið. Við skulum segja bara seinni hluti október og nóvember og einhverjum tilvikum getur þetta átt sér stað í desember líka sko. Maður har heyrt að nefnda eins og fiskurinn í Elliðánum sé einhver svona seinni að rigna til dæmis. Já, þetta er bara náttúruval sem að raunverulega miðar að því að seiðin komi upp úr mölinu á réttum tíma þegar fæðu frambóðið er best. Ok, hvenær nú er rigningin afstæðin þessir ég ætla að ef við fókusum á laxinn þá eru þeir að horfa fram á langan kaldan vetur eða þá bara að deyja drottni sínum en hvenær er næsta kynslóð að skriða upp úr mölinu? Það er næsta vor. Það fer umverulega bara eftir tíðafarinu hvenær ef það er hlýtt vor þá getur það verið fyrr. Hvað er fyrr? Er það apríl eða? Já, það getur þess vegna verið apríl og annars er þetta seinna og sumum stöðum getur þetta verið enn seinna og farið eftir í júní. Já, ok, alveg svo seint. Já, það fer bara eftir tíðafarinu hvernig umverulega vorkoman er. Nú klekjast seiðin og þau lifa bara í mölinu sem kviðbókarseiði í svona kannski þú bara ferða hans yfir hvað tekur við þegar þetta skriður á hrogninu? Já, það er reyndar svona forstigi, það er kviðbókarstigi, það er nú raunverulega bara síðla vetrar og sem að þeir komast á það stig sko. Og eru ekki frísindandi líka bara? Jú, þeir geta hreyft sig og annað en taka ekki fæðu, enga fæðu og svo bara þegar að kviðpókin er búinn þá kemur þessi hvöt að fara að afla sér fæðu því að það er búið allt úr kviðpókanum þá þurfa þau að synda upp á mölni til þess að fara að geta spreyta sig þar. Og þetta, þegar þú talar síðast þegar þú talar okkur þessi núlseiði sem er ekki orðin eins ás, hver er fæða þessara litlu laxa? Já, það er ýmist fæðuframbóðið, hvernig það er. Þetta er í frjósamari ánum til dæmis, það er það sem að bitmýð er. Þá er það oft bitmýslirfur, mjög gómsætt og svona orkurík fæða sem að þessi seiði hafa og raunverulega vaksa vel af og síðan eru þetta bara skordýra lirfur, alls konar og þetta eru rykmýslirfur. Svo þegar að seiðin stækka þá fara þau að geta átt við stærri fæðudýr,
fljótlega faraðu að geta átt við til dæmis varflugulirfur og svo bara stækka fæðubitarnir eftir því sem að munnurinn verður stærri. Þetta þú veist, nú erum við á sérstakun tímum var þetta síðstlið 3 laxveiða ár hafa verið, já, hvað hefur ekki bara að segja, ræðileg, tölfræðilega séð. Hvað er í gangi með laxin okkar, Björn? Hver er staðan? Sko það við höfum náttúrulega verið að sjá það á í nokkuð langan tíma það sem að það hefur sérstaklega vantað stórlaxin að honum rakaði bara þarna upp úr 1985 að þá bara hreinja stórlaxastofnarnir og það verða miklu minni heimtur af stórlaxi úr sjó og svona það er svona höfuð ástæðan. Í Noregi til dæmis þá eru þeir að segja það að nú séu þeir að fá helmingi sem sagt færri laxa úr sjó heldur en þeir fengu svona 1980 og það má segja kannski að það sé svipuð saga hér á landinu. Það var til dæmis, við vorum nú áætla það núna nýlega að heildarstofnin, laxastofnin sem gekk úr hafi á öllu Íslandi hafi verið 40.000 laxar. Þetta er mjög lítið miðað við þessum var þegar það var hér mest af laxi. Hvað heldur þetta að hafi verið fyrir, þú veist, fyrir þessa, já, við tökum bara 1980 eða eitthvað leiðis, bara til að nefna einhverju tölu. Já, og fyrir, sko, ég meina þá erum við að tala það að það hafa verið yfir 100.000 laxar sem að hafa gengið. Ég er nú kannski ekki með tölun alveg í kollinu, en þetta er mikil svona minkun sem er orðið þarna. Við erum að tala kannski 60% fall á innan við mannsæfi. Já, það getur verið það. Það er eitthvað smá tölur. Hafið gefur minna af sér í laxauppskerun úr sjó. Það er eiginlega svona ógnunin sem að við stöndum frammi fyrir hér og þetta sama er á ferðinni í Noregi en þar eru ógnanirnar mun fleiri heldur en hjá okkur. Það er náttúrulega búið að vera viðvarandi sjókvíaeldi í áratugi og það er gríðarlega mikill svona auka álagsþáttur í Noregi sem veldur afföllum og það er bæði er það afföll og eins er það náttúrulega laxalúsin og sjúkdómar sem að tengjast þessu laxeldi og svo er það þetta strókulaxar úr eldinu sem ganga í árnar og þeir geta í mið- og vestur Noregi erum að tala sko 20% hugsanlega af þeim fiskum sem gangi í árnar. Og þetta er náttúrulega það sem menn óttast hér á Íslandi að geti gerst. Og þetta náttúrulega laxar sem að, þú veist, hafa ekki gengið gegnum þetta náttúruval og eru þá að geta af sér jafnvel afkvæmin sem ekki að hæfa lifa við náttúrunni. Já, þau eru bara alls ekki aðlöguð aðstæðanum í þeim vatnsföllum og þeir eru bara því umhverfi það sem að næsta kynslóð verður til, sko. Það hefur ekkert náttúruval átt í stað og rannsóknir sýna það að einmitt að hefnin er miklu minni. Núna nýverið til dæmis að þá voru alþjóðleg samtök sem að norðmenn eru með deild í að þeir voru að setja villta norska laxinn voru að setja hann á válista voru að setja hann á rauðan lista sem að þýðir það að þeir meta það svo að villti laxinn í Noregi sé í útrýmingarhættu. Þetta er náttúrulega sláandi orð, útrýmingarhætta, en þetta er bara raunverulega staðan. Þetta er raunverulega staðan og þetta eru þeir bara í miklu meiri vandræðum. Þeir eru að sjá þetta líka, þeir eru að fá minni heimtur úr hafi á villtalaxinum eins og við, en svo er þetta viðbótur álag sem að þeir hafa svona miklu meira af eldinu, sko. Nú, erum við að tala það að bara ef við höfum bara töluna sem við nefndum aðan, 60% hrun á innáði mannsæfi, hálfri mannsæfi í rauninni og nú erum við að hefja þessa vegferð að fara í kvíaeldi eða eitthvað leiti og fá nú bara í síðustu viku sko burt frá allum þessu streituvaldandi þáttum eins og lúsinni og erðablanduninni sjúkdómanir. Það er búið að greina Ísa. Já. Hann var að koma þessi Ísa veirusjúkdómur
sem að náttúrulega hefur leikið Normenn grátt og Færeyinga, Skota og hérna einnig líka raunverulega í Ameríku, Norður-Ameríku líka. Og þetta er mjög skeinuhætt veira sem að veldur sjúkdómi og afföllum í eldinu sérstaklega. Og við erum að tala að þeir eru að fá sko svona, það eru eitthvað stað sá ég það að afföllin, daglega afföll úr kví getur verið eitthvað á bilinu 0,1% upp í 1%. Og þegar að vest grassirar þá fer þetta upp í 90% afföll. Og þetta getur borist úr eldinu yfir í náttúrulega fiska? Sko, það er ekki stóra vandamál. Ekki stóra vandamál. Nei. En vissulega þá hefur þessi veira, hún hefur greinst í villtum laxi og meira sér laxaseiðum, en hefur ekki gert óskunda þar. Hún hefur líka greinst í sjóbleikju og í sjóbirtingi. En veltum þið fyrir okkur, hvernig komst þetta hingað? Það finnst mér áhugaverð spurning, því að þegar ég var til dæmis á ferðinni hringinn í kringu landið í sumar og kom á við á Austfjörðum, þá sá ég það á Eskifirði að þar voru 3 brunnbátar við bryggju. Enginn þeirra var með íslenska skráningu, þeir voru með norskum nöfnum. Þetta eru skip sem að koma hingað og ég veit ekki til þess að er eitthvað eftirlit með þessu. Í fréttunum núna í haust að þá heyrðum við greint frá því að það hafi komið skip á Vestfirði sem að tók raunverulega lifandi lax borð. Og þetta var slátrunarskip. Þetta gengur ekkert að vera að þvælast með þennan búnað hér á milli landa. Þetta bara opnar fyrir alls konar smitt hættu. Þú færir ekki úr kjúklingasláturhúsi að milli kjúklingasláturhúsa með skurðabrettið og hérna ætla svo til þess að salmonellan sé lokuð af ykkur staðar. Nei, það er sko af og frá. Við erum með sóttvarnarhólf hérna, eða hvað er þetta með sauðkindina til dæmis? Reiðuhólf og annað, en þetta er skortur og regluverki hérna og eftirliti, kannski. Já, þarna þarf að nota líka heilbrigða skynsemi, sko, þessi sjúkdómar koma bara allir hingað ef að menn taka þessu létt og það er ekki farið eftir reglugerðum og því sem að svona bara almenna smitvarnir segja til sko. En höfum við og munum við einhver tíman hafa, ef að áformum stækkun og eldurinn á fram að ganga burði til að sinna þessu eftirliti og eftirvilni með þessu að einhverju kapasitet? Jú, þetta getum við það ef að það eru settir peningar í það. Það er bara það sem að greinin þarf að greiða fyrir. Það bara sér það hver maður. Já. En lobbyismin alltaf á móti sem að það er alveg ljóst að þeirra sterk ítöku í pólitíkinu. Þetta verður erfiður róður, grunamann. Já, sjálfsagt verður það. Og ég þakka nú stundu fyrir að vera ekki að vinna á matvælastofnun eða á fiskistofu þegar að þessi málefni ber að koma. Nei. Því að áskorun er stór og að þurfa að raunverulega að kippa öll í liðin og gera regluverkið og eftirlitskerfið klárt og til þess að falla bara ekki í sömu gryfjur og normenn gerðu. Þeir eru búin að læra gríðarlega mikið, þeir meira sér vilja kenna okkur, en það er einhvern veginn eins og það sé ekki mikil vilji hér til að taka við þeirra reynslu og læra af henni. Nei, það er meira svona fær maður tilfinninguna þessu kannski að notfæra sér okkar reynsluleysi. Þessi fyrirtæki allavega. Ég meina bara þetta sem ég nefndi með þessa báta og sem að sér er að þvælast hérna milli landa. Auðvitað segja þér, ég meina við sótthreinsuðum bátan og annað, en er það gert á réttan hátt? Maður spyr sig að því og hefur ykkur eftirlit með því að svo sé og er það yfirleitt mögulegt? Er þetta ekki tæki sem þurfa bara að vera hér og hvergi annars staðar? Því að það er nú ansi erfitt að sótthreinsa stórt skip. Ná, algjörlega, hljómar svona ógerandi verkefni. En hvernig þú veist, þú talar að hafi sér að skila okkur færri lögsum. Við höfum svona, finnst mann ágætis hugmyndum stöðuna í ánum, við getum mælt þar seiðin og svona. Hvað tilfinningu hefur fyrir því
hvað að gerast í hafinu? Af hverju 60% hrun á 40 árum? Ég hefði nú svarið við því hérna. Þessna hefði tilfinningu inn í þessari spurningu. Sko það sem að það eru nefnilega svo margir þættir sem hafa áhrif. Auðvitað höfum við þessar hnattrænu loftslagsbreytingar sem hafa áhrif á hafið auðvitað Golfstrauminn og hérna sjávarstrauma og annað. Svo líka annað, sko, það er einn áhættu þáttur en mjög líklega er þetta fleiri þættir, bara samverkandi þættir sem við höfum bara ekki getað skilið ennþá. En ég meina svo eru líka við kannski skiljum ekki heldur alveg til fulls áhrif til dæmis bara hvað er að koma mikið af unglags í meðafla í hérna veiðum bara veiðum í hafinu sko. Þetta þekkjum við ekki alveg til hlítar. Nei. Og ég meina við erum með að veiða í sífellt stærri veiðafæri út í sjó með meiri tókgetu á skipunum og tógarunum og þetta það skal engi segja mér að þetta sé alveg með fritt spil. Nei, það er nú alltaf einhverjum lögsum skilað og svona en já, það er náttúrulega orðið greiðlega framfærir á veiðabúnað og veiðafærum á þessum 40 árum líka náttúrulega. Já, það var orðið það en þessi unglags hann er viðkvæmur sem er í hafinu, það er löst á hann hreistrið og segjum að hann komi kannski ekki fram í afla, hann sé að ganga í flottroll og smjúi þar og afhreistrist. Þetta við höfum bara því miður ekki þekkingu. Það er nægilega miklu á þessu. En hvernig myndur þú samt segja að staðan væri ánum okkar? Þú veist, það er svona seiðaframleiðslan og eins og við byrjum hérna á að tala um hérna seiðin þegar skriðið upp á mölunni. Hvernig vegnir þeim af? Við erum bara svo þeirra gæfu aðnjótandi hérna á Íslandi að flestar okkar ára þær eru nú nokkuð óspiltar. Við erum til dæmis ekki í þeirri stöðu bara ef ég nefni eftir Noreg. Það er miklu meira af virkjunum og öðru slíku og einhverjum stíplumannvirkjum og búið að klippa á gönguleiðir fyrir fiskan og annað. Við erum í betri stöðu hér og við teljum að svona yfirleitt séu nú átnar að skila vel af sér. Þannig að svona auðvitað koma, það er mikill munur auðvitað milli ára, en það er bara þannig í náttúrunni. Við sjáum það koma köld ár og þá sjáum við það bara hausti að seiðin hafa vaxið minna það sumarið, heldur en sumarið áður þegar var hlýrra, við auðvitað sjáum þetta. Og á yngsta árganginum, þessum sumargömlu seiðum, þá getur það þýtt það að þau hafa ekki náð nægilegri stærð og verða viðkvæmari veturinn eftir og því verða mun meiri afföll af þeim árgangi. Þetta er alls konar svona þættir sem að hafa þarna áhrif. Sko við erum alltaf hérna svona kannski frekar veiðibransa megin í þessu og menn er alltaf að leitast eftir því að lofa einhverjum meðaltali, einhverjum stöðuleika í þessari vöru en maður er alltaf að leita eftir stöðuleika í náttúrunni en náttúrunni er bara í eðli sínu óstöðug og sveiflukend. Já, hún er það sko. En það er alltaf þetta meðaltal sem að fer í gegnum þetta. Já. En þú getur ekkert alltaf verið á því. Það er bara. Þurfum við kannski að fara að horfa á eitthvað nýtt meðaltal, nýjan veruleika bara. Hætt að gera ráð fyrir að laxastofninn sé 100.000, hann er bara 40.000 í dag. Já, hann er það núna. Við erum búin að klúðra 60% á honum á 40 árum. Það sem við eigum bara einbett okkur það er það að gæta hófs í umgengni við auðlindina og það á við alla aðila. Það á við hið opinbera og það á líka við veiðimenn. Það þarf að ganga vel um þetta og einmitt að leyfa laxinum og bleikjunni og urriðanum að bara ná sér að sjálfstáðum. Það er það sem þetta snýst sko. Við komum mitt oft inn á það hérna, í þessum þætti að við erum til helvítið sé hellulegur góðum ásetning og við höfum nú reynt ýmislegt til þess að reyna að rétta laxin við, seiðasleppingar, sumaralinn seiði og það nýjasta,
sem að strákarnir í veiðifélaginu í Nóatúnu 17, samstagsagalinn þáttarins, báðum með að spyrja þeim. Það virðist vera eitthvað svona tíska með hrognagröft. Menn að, þú veist, menn vilja nota öll þessi búsvæði, alla læki upp fyrir fossa og jafnvel auka á hrygning og náttúrulegum búsvæðum. Hvað er það að fara að bjarga okkur að menn sé að vaða með fötur með hrognum í út allt? Nei, aldeilis ekki. Í sjálfu sér hrognagröftur getur hann verið mjög öflug fiskræktar aðgerð, en hins vegar að þá þetta bara aðgerð sem notuð og á eingöngu að nota þegar einhvers konar krísa í gangi. Þá á ég við það ef að fiskstofn orðin það lítill að hann nái ekki að fyrri stærð af sjálfstáðum eða ykkur slíkum tilvikum. En að menn ætli sér að fara að beita þessum hrognagrefti viðvarandi, ég vara bara mjög við því. Þetta afskaplega slæmt. Þegar svo þá meðal annars ástæðan. Eitt það að þetta nú bara ekki á allra færi að gera þetta. Þetta tiltölulega flókin aðgerð að gera þetta rétt. Og að öðru leyti þá þetta vosbúð og þetta gríðarlega, þetta á kaldum tíma haustsins og það þarf að vera vesenast með klakfisk og það þarf að krysta fiskinn og annað sem að raunverulega líka sérfræði vinna að gera. Það þurfa að vera menn sem eru vanir því að gera það og kunna það og síðan að fara með þetta út í á og grafa og inn í mölina. Það komin ís og það kalt og þú veist, það gerir þetta engi viðvarandi. Menn geta gleymt þessu strax, segi ég. Já, en eins og þú veist, færa nota búsvæði eins og fyrir ófiskika fossa og svona. Þar getur það komið til álita ef að ykkur hluta vegna aðferðin að sleppa fiski, kynþroska fiski og aðlaga hann fyrir ofan hindrunina eða fossin, slepp honum þar til að hann geti hringt sjálfur. Það aðgerðin sem við mælum frekar með að menn geri. Ef yfir höfuð þessi aðgerð að nýta þessi svæði ef hún réttlætanleg. Það lítur náttúrulega að vera partur af náttúruvalinu að þeir fiskar sem að finni sér vænlega búsvæði og til að hrygna og ná að hrygna komist á legg sem er köttaður hérna út. Já, það auðvitað alltaf best að náttúruvalið sé að störfum allan lífsvereilin, allan hringin og mannlegt inngrip á að forðast eins og mögulegt Nú við böðum hlustendum upp á að senda okkur svona einhverjar hugmyndir af spurningum og umræðefnum og eitt sem datt inn var að nú erum við að horfa fram á þessar hræðilu lagsveiði og þessar hræðilu bara lagsgengd svo við höldum kannski veiðinu út við þetta eitthvað leiti. Ég nú bara að spyrja það þessu, ég svona þykist vita svarið. Ekki bara komin tíma á það, kannski komin tíma á það að byrja að dæla aftur gönguseiðum í átnar til þess að svona komast aftur í gang þessar náttúrulega ár, fá bara 3000 lagsa upp í Grímsá til að hrygna skilur og þá séum við bara á grænni grein. Nei, það tel ég alls ekki neina þörf á slíku inngripi. Það í einhverjum einstaka tilfellum og bara svipuðum tilfellum eins og ég nefndi áðan. Þegar eitthvað krísar í gangi þá kannski eitthvað þörf á því en alla jafna þá það ekki rétta leiðin. En nú erum við að horfa á eins og Andakílsá sem að fylltist af í náttúruslýsi að það eyðilögðust þar allar hrygningastöðar og fylltist að eðju og það var farið í svona neyðaringrip að taka fisk og standa fyrir göngusæðasleppingum. Þar blússandi veiði. Já, það bara á sér mjög einfalda skýringu. Andakílsá fyrir fiskgengi hlutin á henni gríðarlega stuttur með hentugum búsvæðum. Það komið þarna fljótlega niður í sand og þar ekki neinn búsvæði fyrir laxinn. Framleiðslugetan í ánni, náttúrulega framleiðslugeta bara svo lítil og hún bara, ég nú ekki búin að skoða það hvað hún ætti að geta framleitt af
gönguseiðum en það eru bara svo miklu færri gönguseið heldur en sleppt þarna. Já. Þannig að það svona á þess að ég hafi skoðað það dæmi hún í kjölinu, þá gæti það verið skýringin að þessu. Nú höfum við séð eins og bara ekki lengar síðan í fyrra Eystri Rangá fer í metveiði líka við sko. Gott að það var bara ekki met, minnið það? Það var allavega ævintýralega veiði. Gríðarlega mikil veiði. Af hverju eru þessi seiði að skila sér úr sjó en ekki náttúrulegur seiðin? Þetta er góð spurning. Sko. Það var að vísu hérna á þessu sama tíma og í fyrra þegar að þessi góða veiði var í hérna Eystri Rangá. Þá var Þjórsá að slá, hún var ekki að slá neinn met en þar var minnum með 3. mesta veiðin, laxveiðin sem var þar. Þannig að Þjórsá var nokkuð í takti en ekki í Ytri Rangá og ekki Ölfus og Hvítárkerfi. Þar var dræmveiði sko það sem er í gangi þarna, það ég á nú ekkert vona því að heimtur úr hafi sko þær fara líka eftir því sko hvað seiðin eru hæf þegar þau ganga til sjávar að sjálfsögðu, það skiptir miklu máli. Þeir hafa hitt á þetta í Eystri Rangá. Já, og þetta náttúrulega svona virðist vera svolítið fín lína hvenær menn sleppa seiðunum og hversu velur tekist í þessari seiðagerð. Náttúrulega þessi gönguseiði sem alast upp í kvíum, þetta eru stærri og öfluri fiskar þegar þau ganga til sjávar heldur en okkar náttúrulega seiði eða hvað? Já, þau eru stærri heldur en þau eru svona, smestu gönguseiða, sem sagt sleppiseiðin í gönguseiða stærð. Smestu seiðin eru svona eins og stærstu náttúrulegu smoltin sko. Og en ég ekkert að segja það að þau eru alls ekki og þau eru miklu minna hæf heldur en viltu seiðin. Erum við að horfa það? Miklu minni heimtur þar heldur en úr viltum náttúrulegu stofni, sko. Ok, þá sko, dettur manni strax í hug, sko, eru þessi seiði, þetta magn sem hefur verið sleppt hérna gegnum tíðina, bara ef við tökum bara síðastliðin 30 ár, hafa þau verið að keppa á fæðuslóð? Gæti það verið að, þú veist, náttúrulega hafið stórt og svona, og þetta er ekki þannig tölur kannski? Nei, þetta er ekki það stóra tölur að það hafi áhrif sko. Og veist, ef við verum að tala að það veru ykkur 20 miljóna seiða og annars líkt þá geti það fara að telja en þetta held ég að hafa ekki Dropi hafið? Já, ég held það nú sko. Er einhverja líkur á því og náttúrulega nú var sleppt seiðum hérna í nánast bara hverja einustu sprænu þangað til bara tiltölulega nýlega gönguseiðum, ég vil í vel sjálfbærar ári Borgarfirði og annað að við séum bara farin að sjá jafnvel í það að hæfni einstaklingarna sé minni til að lifa af í þessum ám og ljúka sínum lífsferli. Nei, það er ekki það. Sko, fyrir það fyrsta þessi gönguseiðsleppingar að það er svona eiginlega megin þátturinn í því að menn hættu þessu. Það var bara, þetta borgaði sig ekki. Það voru bara það lágar endurheimtur sem menn voru að fá. Að það svaraði engan veginn öllum þessum kostnaði sem að menn voru að setja í þetta. Og við sjáum bara í Rangár dæminu, þar hafaði náttúrulega áratuga reynslu og ætti að vera orðið ansi góður í þessu og gera þetta betur en einhverju sem er að hafa minni reynslu skiluru, að þeir ég get ekki séð annað en að þeir berjast í bökkum. Þetta er alls ekkit stórgróðafyrirtæki. Nei, þetta er skafmið, hvert skipti. Já, það er það og það má eiginlega segja kannski að, ég meina, flugleiðir eru að græða á þessu. Þeir eru að selja flugmiða út á þetta. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega, gríðarlega kostnaður sem fylgir þessu. Og svo líka þessar smá seiðasleppingar, sko, þar sem menn hafa verið að sleppa smáseiðum laxa og þannig að þau eru 1-2 ár í ánni og gangi síðan til sjávar. Það var mjög litlar heimtur en minni heldur en ef náttúrulegan feril að öllu leyti sé að ræða sko. Það er bara urriðafóður. Já, það getur verið það sko. En nú var Bandaríkjamenn mikið spælt í þessu eins og þú nefndir að þeir eru náttúrulega búin að stípla mikið að sínum ám og svona á vestströndinni fyrir þar sem að regnbogasilungur hefur svona löngum verið sjúklingin sko
og hafa þá á móti sleppt mikið að seiðum eða bara sleppt fiskum í rauninni og tala mikið að þessi fiskar sé að geta sér afkvæmi sem að séu þá óhæfar til að lifa af í náttúrulegri hringrás. Ef við myndum taka ákvörðun það í dag að bjarga íslenska laxastofnum með göngusæðasleppingum, hvar væru við eftir 100 ára myndi svo hætta því? Sko þetta náttúrulega svo ólíkt þarna eins og í Bandaríkjunum sko, þarna á vesturströndinni þá er það ekki bara regnbogi, ég meina þær eru með Kyrrahafslaxa sem þeir eru ala seiði og sleppa smolti og þar erum við að tala sko milljónir seiða og þeir eru með seiðastöðvarnar oft tengdar einhverju stíplu og þú veist, þetta er ægilega mikil starfsemi hjá þeim. Þetta er oft verið svona og þetta er dýrt, þetta kostar þetta peninga og þú veist, þeir eru að reyna að bjarga einhverju en ástæðan þarna er svo að það er búið að loka farveginum fyrir fiskinn. Það voru settar þarna virkjanir eða beðið stíplur af einhverjum öðrum orsökum heldur en orkuvinnsla sko og þarna eru þeir bara í að reyna að reisa við það sem að fyrir var sko. Þetta ég veit ekki alveg hvaðan við færum okkur aftur til Íslands. Ég veit alveg að það eru menn mikið að velta þessu fyrir sér. Þessu andakílsár dæmi. Telja að þarna sé komin bjargvætturinn. Förum að gera þetta og við erum alveg farnir að heyra það. Menn hafi ýmsar hugmyndir og langar að skil alveg tilgangin hjá mennunum. Já, það var víða tekin fiskur í klakki. Já. Og ég veit það og það er að aukast þrýstingurinn á að taka enn eitt hringinn á þessu. Þetta mun ekki leysa vandan að einu leyti og eftir þú nefndir 100 ára við skulum bara segja eftir 10 ára þá munum menn sjá það. Já. Nú er annar leikmaður komin í þessi kerfi okkar líka af svona meiri krafti, svona verið skemmtilegur. Já, kannski ekki skemmtilegur en það hefur svona borist að þið fréttir svona reglulega gegnum áratugina einn og einn núðlags að þið dottið eitthvað stór færi og þótt bara fyndið eða svona létt dægufluga. Nú er svolítið önnu mynd að teiknastu upp og sérstaklega í sumar. Við sáum þetta byrja fyrir 2 árum og hætti að tala sprenging í sumar. Hvernig, nú þú aðeins kynntir núðlagsin, hvað erum við að sjá? Já, það er veldisvöxtur á sem sagt á þessum 8 árum. Þetta er 8 árgangur eða 8 stofn sem er að ná fótvestu hér og við erum að sjá veldisvöxt og í sumar var gríðarlega mikið að núðlagsi hér og ég ætla nú áður en ég ætla að ræða það þá ætla líka að segja frá því einmitt út í Noregi þar er þetta sama á ferðinni þeir eru líka að fá núðlagsin í miklu gríðarlegu magni inn í átnar hjá sér svona í norður hlutanum og það er meðal annars svona það er einn af leikendunum einmitt í því að ég var að nefna það að það væru svona hálfopinber samtök sem hefðu sett villtalaxina á rauðan lista. Það var einmitt þessi hætta sem að væri frá núðlaxinu. En hérna á Íslandi að þá má ég að segja bara núðlaxin hann er að koma allt land. Hann er að koma alveg sérstaklega mikið á Norðausturlandi og hefur verið svo á síðustu árum. Og allt Austurland, það eru svona kannski minna á Suðausturlandi, en þar eru þetta dæmi líka. Og hér á Suðurlandi, það er mikið af honum í Ölfusa Hvítarkerfinu. Hann er að fara upp í Brúará og í Sogið. Sáust í miklu magni þar og meðal hans í Brúará. Yfir 60 kilometra frá sjó þar vorum við að sjá hnúðlaxa sem höfðu ringt. Við fórum þetta og gengum á rið og þar sáum við bara þetta var mánaðamótin ágúst-september þá sáum við þarna eingöngu henga sem að vörðu riðin af mikilli ákefð. Ég óð þarna svona meters fjarlægð frá 2 hnúðlaxum sem voru þarna verði og þeim var ekki vel við að víkja. Þeim gerði það samt, Þannig ég geti svo rétt ímynda mér að ég hef verið lax, atlasarslax, þá hefðu þeir nú ekkert vikið, þeir hefðu bara vaðið í hann.
Já, það segir manni grunar einhvern veginn mitt eins og maður pæli nú bara í náttúruvalinu að þeim vaksa þessar stóru tennur og annað á haustin til að verja sig gegn þá öðrum fiskum eða verja óðul sín. Já, og ég ætlaði nú að halda áfram, ég bara lettist óvart þannig fyrir Brúará því Já, sem samt ágætis segvei sko, því að nú erum við að sjá þetta allt. Þú sér það, þetta er nú ekkert neðarlega. Nei, mann var alltaf sagt það. Þetta er bara þarna mjög ofarlega á fiskgenga hlutanum. Neðarlega. Búið að ganga upp þetta mikla sko, jökulfljót, bæði Ölfusá og Hvítá, skiljiði mig. Og þannig að hann er að fara hans í víða sko. Ég meina, ég sá hnúðlags upp í Svartá í Húnavatnssýslu. Já. Sem er þá búin að ganga upp alla blöndu og Ég ætlaði mitt að nefna það, bæði á ströndunum og norðvesturlandi, mikið að hnúðlagsi og auðvitað norðvesturlandi. Maður getur eiginlega sagt, svo ég hafði nú bara aldrei litið hnúðlags augum sjálfur fyrir nýsumar og maður nú verið mikið við átnar. Maður sá þetta allstar sem kom. Hvort sem var í Dölunum eða Snæfellsnesinu, Borgarfirði og eða þarna í Húnavatnssýslunum. Allstar því að maður sér það náttúrulega þegar þeir eru komnir með hvíta auga og svona skera sig vel úr. En ertu eitthvað farin að gera þér í hugalund hvaða áhrif þetta mun hafa á okkar fiskistofna? Sko, fyrir nokkrum árum síðan þá þetta vissi enginn og hafði kannski enginn svona séð beinlínis ummerki hrygningar eftir hnúðlags. Menn töldu að þetta eru flækingur hérna. En auðvitað grunaði mönnum innst inni að hann væri bara að hrygna hér og auðvitað er það svo að þessi vöxtur hérna, ég tel það bara leikjandi að ástæðan fyrir því þessum veldisvexti er sá að þetta eru bara að koma hér upp kynslóðir og hérna við getum verið hér á ykkur kynslóð númer 4 eða 10 skilur við veit ekki alveg hvar það er. Við séum jafnvel eitthvað aðeins og eftir Nóri. Já, við erum töluvert náttúrulega langt á eftir þeim sko og þetta á eftir að ná miklu meiri fjölda því miður þá á þetta eftir að vaksa miklu meira ef að fer sem að við skulum sjá bara berum saman hnúðlagsinn hérna og stöðu hnúðlagsins í Kyrrahafinu. Þetta verður náttúrulega alveg gríðarlega stórir þessi hnúðlagsstofnar þar. Og þegar að þeir eru hvað stærstir þá eru aðrir stofnar, aðrar tegundir Kyrrahafslagsa í lægð. Þannig hann er svona eiginlega ríkjandi þarna. Og þú veist, þetta veit maður það ekki, en það væri mikil breyting ef hann næði þessari stöðu hér í Atlantshafi, Norður Atlantshafi, eins og hann hefur í norðanverðu Kyrrahafinu. Og hann er auðvitað, sko, sumir segja það að hnúðlaxinn hann kom ekki til með að hafa svo mikil áhrif vegna þess að hann hrygnir fyrr heldur en Atlantshafslaxinn og seiðin að þau gangi bara rakleitt í sjávar leið og komi upp mölinni. Það er rétt að það gerir það. En fólk hugsar kannski ekki til þess að einmitt á þessum tíma, eins og við sáum þarna að hrygningatíminn í þessari köldu á, Brúará í Árnessýslu virtist vera þarna ágúst-september mánaðamótin, að sko hængarnir eru á reiðunum verja reiðin, við veitum ekki hvað lengi. Þeir eru mjög harðir og ég er ekkit viss um það að Atlantshafslax sem að kæmi og þeir eru að nýta mjög svipaða botngerð til hrygningar, nota semst með öðrum orðin svipaða korn, svipaða svona reiðmöl, svipaða riðamöl eins og laxinn, að laxinn kemur þarna svæðið og hugsanlega verður það stærsta áskorun að hnúðlaxinn raunverulega hann bara ítur honum bara burtu frá aðgengilegum hrygningasvæðin. Já, svo þú veist, tala ekki þegar einhver massin af þessum núðlaxi verður kritískur, þú veist, 100 einstaklinga á hvern Atlantshafslax eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, og sjáðu það einmitt, sko, þarna, það er svolítið merkilegt, sko, að eins og þarna í Ölfusá Hvítákerfinu að við erum að sjá hann helst í þessum köldu lindám, sko, Soginu og Brúará. Hann verðist hendunum vel, sko. Við hefum margar miklu hlýrri ár heldur en þær, sko.
og kannski það þess vegna sem að honum virðist vegna vel á Norðausturlandi. Það einstaklega áberandi í ánum þar, í Þistilfirðinum og þar sko. Vopnafirði. Og Vopnafirði. Já. Miðferð á í Bakkafirði. Já, þar var algjör sprenging í sumar. Ég segi það sko. Þetta er því miður, en við ráðum þess ekki og það er erfitt að eiga við þetta. Það er hans erfitt. Eitthvað voru menn að reyna veiðan í sumar, frétti ég ætla ekki að Moka hol í sandi. Ég held að það sé eitthvað svipað sko. Já. Ég held að það sé hans erfitt að ætla sér að koma honum frá með því að taka hann úr vatnsfallinu með mannafli. Þetta er ansi dökkar myndir sem erum að mála upp hérna. Já. Það er að vísu það er nú ekki anda jólana að gera það. Nei, en kannski bara þú veist, ágætt líka bara að vekja fólk til umhugsunar, það er ekki svo vanda að feiða rósi, þú veist, þetta eitthvað í hug sem við getum gert í þessu eða er þetta bara nýr veruleiki sem við erum að lifa með? Já, ég held að hann sé það sko. En auðvitað segja það, ég er ekki að segja það að þetta verði framtíðin, en ég bara er að segja það að þetta séu líkur á því og það er auðvitað eitt sem við getum gert. Það er það að veita fé til rannsókn að þessu. Við erum bara allt og lítið að gera í þeim efnum. Það er að vísu rannsóknarverkefni í gangi hjá okkur núna á Hafrannsóknastofnun þar sem við munum til dæmis bara fylgjast vel með þessu sem við urðum vitni að þarna í Brúará og við munum fara þar og sitja fyrir seiðunum þegar við komum upp mölni. Já. Má ekki tala að þú veist, þetta þá fyrsta svona staðfesta hrygning núðlags á Íslandi sem að þú varst vitni að það er bara það sem að við urðum vitni að þarna, já. Ég hef ekki heyrt það staðfestaður. Nei. Þetta er dark nefnilega sko. Það er víða sótt að þessum blessuðu laxfiskum okkar sko. Já. Það er gert. En þeir eru duglegir. Þeir muna ekkert, þeir deyja ekkert út, bara til löst. Atlasaslagsinn? Já, þeir berjast tilbaka en svona einmitt það eru samleiðar áhrif í þessu. Það eru það sko, það er nefnilega málið. Og þetta er sko klassískt dæmi mannlegt inngrip. Það er með núðlagsinn. Sýnir okkur það á ekki að vera að fikta við náttúruna. Þetta búið út af sleppingum hjá Rússum. Það er eiginlega súrealist að tala það sko, en við erum að tala þetta hérna núna út af því að sko, Stalin tók ykkur ákvörðun sko, til að reyna áætlan og búskapur Sovétríkjanna að hafa áhrif á hérna, stangveiði á Íslandi og íslenska fiskistofna 70 árum setna. Já, þú veist, þetta er ágætistæmum vel ófyrirséðar afleiðingar. En hérna, það er fleira. Það eru fleiri fiskar sem hafa verið að hérna sækja í sig veðri hérna og flundran en nú svona góð kunningi okkar stangveiðmanna af svona mörgum ósasvæðum. Hvað getur þú sagt mér frá þessum fiski og hvað? Já, svo sem sagan er náttúrulega, hún var fyrst greind hérna í Ölfusarási 1999 flundran og hefur síðan dreifst svona með ströndum landsins bara allt kring landið nema þá á nyrst á Norðausturlandi. Ég veit ekki til þess að hún hafi fundist í Vopnafirði eða Þistilfirði. Ég hef ekki heyrt það. En svona hún er bara komin til að vera og vegnar vel á Íslandi. Hún vex mjög vel hérna. Það sem við erum allavega búin að skoða að vöxturinn er sambærilegur ef ekki betri við það sem maður er að sjá gögnum úr Eystrasaltinu til dæmis og hérna hún er sérstaklega mikið af henni hérna í sjávarlónunum til dæmis við Suðurströndina nú er ég kannski að nefna það líka sem að ég þekki og fylgist með. Já, svona, hún lifir á svona svolítið fallasvæðum líka sérstaklega vel eða ekki? Jú og hún er auðvitað víðar, það eru náttúrulega bara ekki verið að fylgjast með alls þar. Ég veit til dæmis að bara í Landeyjunum að það var eitthvað tíma sem ég var að rafiða þarna
í einhverjum skurðum þarna neðarlega í Austurlandegjum og þá var það allt fullt af flundru í einhverjum skurðum, skiljurum mig. Svo hún í Holtsósi og Dýrhólaósi. Þar vex hún alveg gríðarlega vel, til dæmis. Það var nú bara settur hana... Hlíðarvatni. Já, þar var nú bara að loka fyrir hana. Já, það að vísu, ég hef ekki skoðað það hvort að það hafi borið árangur. Nei. Ég þekki það ekki sjálfur. En það við erum með eitthvað hugmyndur um það að hún komist illa yfir svona einhverjar litla fossa eða náttúrulega fyrirstöður. Já, flatfiskarnir eru ekki mjög góðir að komast upp fyrir hindranir, það eru ekki góðir í því. En hvernig lífsferill þessa fisks? Rignir hann í saltvatni? Já, hann rignir í saltvatni. Já. Rignir snemma vors eða síðla vetrar og síðan sem sagt ganga seiðin bara strax upp í ferskvatn. Já. Þá bara sumarið eftir þá eru þeir að koma örsmá upp í átnar og eru þar í nokkur ár þar til að kynþroska náð og þá ganga þetta sjávar og rigna og koma síðan aftur upp. Þetta eru fiskar sem geta hringt oftar en einu sinni, þeir geta hringt margoft. Flundurinn verða ekkert mjög stórar. Stærsta sem að ég veit, hún var ykkur 36 centimetrar. Afskaplega góður matfiskur, vannmetinn þar, þetta svona svipað og að smakka rauðsprettu. Þannig að það ekkert að útiloka það að hún getur orðið til nýtja, flundran. Hún mikið veitt í Danmörku, Danmörku, Póllandi og víðar í þessum Eystrasaltinu og í norðursjónum. Sko. Þetta örugglega fínt í raspi og rúbrauð með remálaði, sko. Mjög gott, sko. Og svo eru líka, það eru, sko, ég sagði þarna hún hefði komið þarna 1999 menn veit ekki alveg ennþá hvernig hún kom. Það var allavega lífsækenningin það að það hafi komið raunverulega fisklirfur með kjölfestuvatni til Íslands. Bara ballest. Já, ég held að þetta hafi nú samt bara gerst með náttúrulegum hætti. Að hún sviflæg lirfan í nokkrar vikur, fyrstu vikurnar og sko, mér minnir, ég hef nú svo sem ekkert verið algjörlega að kafa hún í þessu í langa tíma, en mér minnir að hún hafi fyrst sést í Færeyjum 1950. Já. Og hún hafi bara hreinlega komið hér með náttúrulegri útbreiðslu. Svo bara einhvern veginn hittast þig og tilvílina þá hún finnst þarna fyrst við alls og hvítar, hún getur hafa verið þetta við suðströndina á þess að menn hafi orðið hennar vart. Þar, sko. En það í gangi núna, ég ætla að segja líka frá því, það athyglisvert, sko. Það ung stúlka sem í doktorsnámi og er á Vestfjarðasetri í Háskóla Íslands. Hún einmitt að kanna þetta, upprunnan á flundrinu, hún að gera þarna erfðarannsókn, bera erfðaefni íslensku flundrunar saman við erfðaefni færeysku flundrunar og annara flundru í Vestur-Evrópu. Þessar niðurstöður ættu að vera eitthvað staðar núna bara sjóð þetta á borðinu, jafnvel hjá henni. Sko. Já, ok. Þannig að við getum kannski komið til botsi hvaðan þessar flundur koma upprunalega. Við getum það með erfðafræði. Það magnað maður. En nú vissi ég þeirra, þú veist, hvað kannski 10-15 ár síðan, þá heyrði maður að því að það stæði svona til að rannsaka hvaða áhrif koma flundurinn að væri að hafa mögulega á eins og bleikjuna og bara aðra silungastofna sem að nýta sömu búsvæði eða allan ungviði nýtir mikið til sömu búsvæði. Hefur eitthvað, þú veist, þetta skarast, þeir hljóta náttúrulega að nota sömu fæðu, það ekkert annað í boði? Já, við höfum séð það alveg, það skarast, fæðugerðirnar skarast og það samkeppni á milli flundrunar og bleikju og sérstaklega og við höfum alveg séð það að þar sem að flundru sprengingin varð í sjávarlónunum sunnanlands eins og í Holtsósi að bændur voru að veiða það sem áður voru að veiða bara eingöngu sjóbleikju. Sjóbleikjan vék alveg fyrir flundurinni. Hún bara kakkaði hjá nettin nánast, sko. Já. Og eins og svo veit ég núna bara nýlega þá var verið að veiða í rannsóknarskyni í Dýrhólósi, að vísu ekki á vegum okkar á Hafrannsóknastofnuninni í frétt af því. Þeir veitu nánast ekkert nema flundru í Dýrhólósnum. Og þar var áður gríðarlega gjöful sjóbleikjumið, þannig að þetta hafa áhrif.
Er þetta eitthvað svona eitthvað sprenging þegar svona nýdýrategund kemur eða og eitthvað sem mun á jafnvægi eða er þetta bara eitthvað sem kemur þá og vinnur náttúruvalið við bleikjuna og ekki á sér ekki náttúrulega, hvað maður segja, óvinni í náttúrunni og... Já, það verður þarna ef að aðstæður eru hentugar og ef að aðstæður eru mjög heppilegar þá verður svona tegundasprenging sem að síðan gengur niður og leitar jafnvægis og þá fer eftir atvikum hvort að innlendar tegundir hafi vikið alveg eða hvort að þær koma tilbaka, skilur mig. En við veitum það svo sem í þessu tilviki flundurnar þá er nú svo ekki. Nei. En svo annar farþegi sem allan á tímabundi var mjög ábyrjandi sérstaklega sjóbirting en einn og einn lax líka og svona, já, hvað maður segja, ekki kannski eitthvað sem er bara eins og beint út úr hryllingsmynd. Það er sæsteinsugan. Já. Mjög merkilegur fiskur fyrir margar hlutasakir. Merkilegur fiskur, sko. Lamprey. Já. Það voru eitthvað svona... Petromyson marinus, hún er merkileg og frumstæður ringmunni og við fundum fyrst ummerki eftir hana á sjóbirtingi held ég að verið 2007 og það menn var ekkit vissir hvað þetta var en við greindum þetta á Hafró eða það var reynda veiðimálastofnun í þann tíma. Við greindum þetta að það væri eftir sæsteinsugu og þetta herjaði sérstaklega þarna í fyrstu á sjóbirtingsstofnar í Vestur Skaftafellssýslu. Var fyrst vart í Kúðafljóti. Svo fóru menn að sjá þetta þegar svona fréttin barst að þá fóru menn að sjá þetta víðar og það voru greind steinsugusár á sjóbirtingi og meira segja á bleikju og laxi víða landið, sko. Ég man þetta einum laxi sem veitist í Rangánum með sæsteinstöfunni bara á, hann var að landa bara með fiskinum á, sko. Já, akkurat, það passar. Það var til myndband að þessu, ég man eftir því, sko. Það var mjög sérstakt. Þetta var uppi við, var þetta ekki bara uppi við Ægisíðufoss sem heitir Rangá, minnum við, komið þar, sko. Gott ef ekki. Já. En nú, þú veist, nú erum við búin að mála marga dimma myndir í þessu spjallokkar. Þarna voru menn líka orðnir mjög stressaðir. Það var farið í að elda upp í hvort að það var þetta greina hrygningu á þessum fiskum. Við fundum hann ekki. Tókst ekki. Og þetta hefur svolítið fjarað út. Já. Maður sér þetta þegar maður veið stóran sjóbirting í dag í Skaftafellssýslu, sér maður stundum gömul sár en ekki ný. Nei. Það er samt, við erum að sjá þau en í miklu minna mæli heldur en var þarna 2007 til 2011 miklu minna mæli og sem betur fyrir þá hefur þetta gengið mikið tilbaka og mér finnst það benda til þess að fyrri ályktanir frá því raunverulega miðja og fyrir hlutan á 20. öld að sæsteinsugan væri hér flækingur að það sé en svo og við höfum séð það á þessu sama tíma og við vorum að sjá þetta á sjóbirtingnum að þá voru sjómenn á Íslandsmiðum, sérstaklega við söður og bara suðausturdjúp og Suðurland og líka á Reykjaneshrygg, þá voru þeir að fá sæsteinsugur í aflanum hjá sér. Þeir voru að sjá hana meðalans fast á ufsa og þorski og eins bara hangandi utan á bátunum og þetta var að gerast þarna raunverulega á sama tíma. Þannig að það var eitthvað, það kom bara eitthvað skot sem kom allt í einu gríðarlega mikið. Talandi að þetta hafi ekki sést í smá tíma, við fengum einn í september. Já. Bara nýtt sár, sko. Þetta nýtt sár. Já. Það alveg greinlegt, sko. Það einn og einn flækingur en þá að... Sko, við erum að fylgjast með þessu áfram. Við gerum það nú kannski sérstaklega, við erum að fylgjast með þessu í grænlækjateljaranum. Og þá erum við að sjá svona eins og í núna, minni reyndar að við hefum ekki fengið neitt sjóbirtings með steinsugusári núna en í fyrra voru þeir ykkur 2-3 sko. Já, er það myndateljari? Það er myndavélateljari, já. Og en hún er, sko, sæsteinsugan er rosalega dugleg, hún bara, það eru til rannsóknir sem sýna það að hún velur stærri fiskana. Þannig hún ræðst frekar á stóru sjóbirtingana, er þarna við ósana og ræðst á þá
og getur raunverulega drepið fisk. Hérna svona, nú þekki ég sjálfur ekki alveg lífsfæli þessa fisks, hún rignir í ferskuvatni Já. og hún nýtir sagt, fiskinn sem fæðu þá eða? Já, hún gerir það. Hún raunverulega, sko, ef við förum í gegnum lífsferilin þá rignir hún upp í ferskvatni og þess vegna er hún kölluð sko steinsuga því að hún er að grafa hólu og tekur síðan steina, stóra steina, svona nullur, nefastóra steina og dregur það onni í hóluna og svona þekur með þessum stóru steinu. Já. Síðan sem sagt kemur lirfa úr hrognunum og þær fara niður með straumi og þær grafa sig onni í botnin á svona lirfbotni og þar eru þær í nokkur ár. Nokkur ár? Já, nokkur ár. Og síðan þegar þeir hafa náð ákveðinni stærð þá verður myndbreyting, þeir eru allt öðru sem heldur foreldrarnir þarna, þá taka þeir á sig mynd foreldrarna við þessa myndbreytingu og synda til hafs. Já. Og eru í sjónum ég held að sé, sko, það er 1-2 ár sem þeir eru í sjónum og þá koma þeir raunverulega kynþroska tilbaka. Og það er líka, eins og ég segi, sko, þetta er frumstæð tegund að hún er ansi snjöll, þessi sæðsteinsuga. Hún fer ekkit á nákvæmlega sama staðin til hrygningar, heldur notar hún lyktaskynið. Það eru feromón sem að þessar lirfur seita og hún finnur umverulega lyktina. Þarna sem sagt, eru litlar steinsugur og þarna eru líkur á að ég geti klárað lífsferilinn. Og það er elda þetta. Það er talið sem það hafi notið þetta lyktaskyn til þess að finna heppilega hrygningarslóð. Nú eru fyrir þá sem eru sérstaklega áhugasamur hérna sæsteinsugu, það er kannski betta að fara á YouTube og skrifa lamprey því að þú veist, bandaríkjamenn hafa verið í miklu vandamálum með þetta upp á að verja vötnin stóru. Mjög miklu. Kanadableikjan, hún hrundi. Já. Hún hrundi bara gjörsamlega út af raunverulega sæsteinsugu sem að komst upp í vötnin stóru í gegnum skipaskurði. Já, það sem voru náttúrulegar hindranir áður að hún komst þarna upp þegar það voru grefnir þarna og byggðir fiskistegar og þarna voru gríðarlega miklar veiðinitjar hérna fyrra á 20. öldinni og það hrundi gjörsamlega, sko. Við vorum að tala alveg gríðarlega veiði, ég man nú ekki nákvæmlega hvað hún var mikil en það var alveg ótrúlega áhrifamikil statistík að sjá. Við þú nefndir áðan teljaran í Greinlæk, svona á sem að þú veist vill oft dragast inn í umræðina þegar við erum að tala svona dökkamyndir í þessu. Þú nú fylgst sérstaklega með Greinlæk og það fór nú ekki fram hjá neinum veiðmanni að síðasta vetur og síðasta vor þá bara þotnaði hún upp einu sinni sem oftar. Hver er staðan og hver eru áhrif af svona að það er svona lítil á þotni upp nánast og hún renni ekki að milli polla? Þau eru auðvitað slæm og enn verri þegar þau gerast ítrekkað og nú er eiginlega staðan svo að þetta er farið að gerast ítrekkað með stuttu millibili og þá bara magnast þessi áhrif upp og við höfum núna til dæmis, þú nefndir það réttilega, það var þarna mjög alvarleg þotnun bara í sumar, byrjaði bara í vor og var bara fram á mitt sumar sem að rann ekki dropi niður til Greinlæk og það var 11 kilometra kapli sem var alveg gjörlega á þurru, sko. Og en blessunarlega þá hefur nú einhver hluti af stofnunum lifað þetta af, þar að segja fiskur hefur verið gengið niður og átti sjávar og en annar hluti bara drepist eða orðið innlyksa í pollum sem að þó voru fáir og við töldum þarna núna í sumar, ég er nú ekki með töluna nákvæmlega upp á fisk, sko, en þetta voru eitthvað 800 sjóbirtingar sem fóru í gegnum teljaran við seglbúðir og það við skulum bara segja það sé svona 1/5 af því sem stofnin ætti að vera. Ég held að sé akkurát, ég held að Erlendur hafi sagt mér að þetta hafi verið 4.000 fiskar 2.000 sem að voru að fara hann í gegn
En nú bar líka á öðru því að, þú veist, nú greinleikur aðeinslega veiða á fyrir okkur veiðmennina og náttúrulega magnaðir fiskar sem að veiðast þarna, bæði bleikjur og sjóbirtingar. Það verða innlyksa fiskar og þeir smolta voru, svara kalli náttúrunar að ganga aftur sjávar, komast ekki, verða svona útlítandi eins og urriðar. Þessi fiskar, því að nú fólk átt sig ekki oft að því að það fiskurinn gengur í gegnum tölverða, sko, það ekki eins og hann getur bara synt beint út í sjó. Nei. Það þarf að eiga sem mikil svona líffræðileg breyting. Gríðarlega mikil. Hann þarf umverulega að þroska bara sjóþol. Þess og svo kallar hann þarf að búa til þennan sjóþroska. Og það yfirleitt bara gluggi sem fiskurinn hefur. Þá ég að tala um tímagluggi að vori. Þannig að þegar við erum að sjá þess að skipti líkla, orðna dökka í sumar, þeir fara ekkert út í sjó þegar kemur vatn. Nei, þeir gera það ekki. Þeir verða að lifa aftur af veturinn og smolta þá vorið, sem þeir augljóslega gera líklega ekki. Þannig að allir þessi fiskar eru dauðans matur. Já, það má reikna með því, sko, að það veturinn takið á. Það má gera ráð fyrir því, sko. Þetta eru... Já, þetta sko, þetta náttúrulega eins og hjá okkur og Hafrannsóknastofnun, þetta kemur sér, þetta mjög bagalegt fyrir okkur því að sko, greinleikur lykilá, eins og við köllum í rannsóknum, lykilá sjóbirtings hér á sunnanverðu og við erum að safna þarna miklum gögnum og annað og svo koma þessi áföll onni og það bara, þú veist þetta, ég ekki að segja að það að sjálfsögðu ekki aðaltjónið bara á þessum stofni og þessum sjóbirtingsstofni en þetta kemur sér illa og að það skuli vera líka svona að mannavöldum að það líka bara grátlegt. Þér finnst það ekki vafi að þetta að mannavöldum? Það engin vafi í mínum huga, sko. Nei. Við fórum nú yfir þetta aðeins svona í síðasta þætti. Og ég veit ekki, ég held að þyrfti nú bara að gera sér alveg þáttum það að fara í gegnum greinleikin, sko. Já, sem við ætlum nú að reyna að gera. Þannig að það verður bara það verður mjög áhugavert, sko. En það gefur auðarleið að það ekki nú að skrúa bara fyrir vatnið, frá vatninu á greinleik, það allt dautt, allar lirfur og allt sem eru þá fæða þessa núllseiða sko. En það bara þar það bara gæfa að hvað það magnað, hvað það lífríki virðist vera fljótt að ná sér og sumar tegundir eru þolnar en aðrar. Já. Það var til dæmis eins og þegar við vorum að skoða svæði í haust það sem að vatnsþurrðar hafði gætt að þá vorum við að sjá svona að lífríkið var að kveikna aftur. Það var til dæmis vatnabobbin virtist að sloppið betur en aðra tegundir þarna. En ótrúlegt. Að sjálfsögðu fundum við ekkert að segja það. Nei. Það var allt dautt. Það hefur endað í gríu kjafti. Já. Já, þetta er svona. En það sko veið og sleppa sjóbirting sem við rættum nú líka í síðast þætti. Okkur barst mitt ein spurning. Veið og sleppa, eitthvað hægt að mæla árangur af þessu á sjóbirtingi eða eitthvað verið að mæla árangur eða getur þetta skekkt niðurstöðu fyrir rannsókna eða veiðu fyrirkomulega breytt og svoleiðis? Auðvitað hefur þetta margvíslega áhrif en hins vegar varðandi sjóbirtingin, sko, þegar veiði álagið orðið eins mikið og það og þetta eru fiskar sem ganga ítrekkað til sjávar og koma tilbaka og hrygna. Sko þessi vorveiði til dæmis að hún orðið það mikil að það eiginlega kemur lítið annað til greina en að sleppa þessu fiski, enda hann varla manna matur á vorið. Og varandi það hvað þetta áhrif þetta hefur á rannsóknir, það ekkert sem að skiptir máli í raunverulega, sko. En eins og nú komu pælingar og bara svona í umræðinu, þú veist, það ekki allir á eitt sátti með þetta við að sleppa, hvort þetta sé rétt aðferði veiðistjórnunin og svo leiðis, en getur veið að sleppa orðið vandamál með að bara ofseta búsvæða og of mikil samkeppni og meðan seiðárganga og svo leiðis? Sko,
mér finnst reyndar, sko, í vorviðinni þá á að sleppa, en hins vegar segi ég að sko, veið og sleppa á öðrum tímum og aðra aðstæður, þá þetta aðgerð sem á að vera tímabundin og hún á ekkert að vera svona að mínu viti ykkur aðferð sem að sko alveg aldur ævi ekki þessu sjógengnustofnum en hins vegar hendar veið og sleppa afskaplega vel fyrir staðbundna stofna þar hefur það komið gríðarlega vel út, til dæmis ég hef líka áður nefnt það í Svartá í Barðadal skilur það sem að staðbundin nokkuð stóru reyðastofn það mjög auðvelt að veiða svoleiðis stofn mjög mikið niður og þar hendar þetta vel og náttúrulega líka fyrir okkur veiðmennina með sjóbirtingir og svona mér finnst oft sko menn þeirra að komast yfir það í umræðinu við erum ekkert endilega að bjarga fiskir með veðar og sleppan, við erum svolítið líka bara að venda vöruna að selja veiðilegin sko svo maður sé nú alveg heiðlega með það er betra að selja fiski náttúr þetta líka við sjáum það, hvað heldur að við hérna på Íslandi getum þessi veiði aðferð veið og sleppa, hún viðtekin í Ameríku og í Evrópu og hérna við gamla veiðmanna samfélagið bara víkja það bara svoleiðis Já, og svo bara álag og búnaður og geta mannsins til þess að ná þessum fiskum miklu meiri, heldur en var fleiri menn að stunda sportið og allt álagið miklu meira og þá þetta vissulega eitt af því sem við getum gert til þess að auka fjölda fiska sem að hrygna til dæmis Já Nú eru þeir í Eirberg standa með okkur í Hilnum og þeir senda okkur spurningu fyrir líffræðingin. Hver í þínum huga konungur íslenska ferskvatnsfiska? Það ekki Állinn? Nei. Það þú spurðir í mínum huga sko. Já. Það örugglega margs konar svör við þessu sko. Ég svona allir það sé ekki sjóbirtingurinn í mínum huga. Já. Það laxinn hjá mörgum, skilur en mér afskaplega kært til sjóbirtingsins. Hvað það við sjóbirtingin sem að færiði til að hugsa til hans? Já, það bara þessi raunverulega hvað hann harðger, hann rosalega harðger og hann svo tegund sem að sjálfsagt var fyrst að koma hér eftir ísöld og gekk upp jökulfljótin og gat nýtt sér aðstæður, hrygnir í jökulvatni, getur það og gríðarlega fjölhæfur, þetta náttúrulega hálfgerður rannfiskur, hann það, hann gríðarlega grimmur og hann tekur þá fæðu sem í boði hann ekkert sértækur í þeim efnum sko. Já, ég bara svariði komið Það sjóbirtingurinn, náttúrulega magna til þess að hugsa hvað hann hefur svona mátt þola bara frá lokum ísaldar sko, þarna í Skaftafellssýslunni allt sko jarðfræðilega og jökulhlaupin og allt þetta sem hefur gengið á sko. Hefur gengið yfir hann sko. Svo ekki sé talað að við séum að þurrku bátnar svo fyrir honum í seinni tíð. Já. Já, ég held ég verði að vera sammálaðir þessu. Þó Állinn sé nú stendur mér nú alltaf næri. Já, hann gerir það líka. Hann stórmerkilegur, Állinn. Já, og algjör í rauninni enigma fyrir okkur miklu leiti ennþá. Já, algjörlega. Og hann náttúrulega sú tegund sem að svona raunverulega í mestri hættu hjá okkur hérna líka. Þá ég kannski frekar við bara Evrópu heldur en þá ég að tala Vestur-Evrópu, meginlandið. Þar eru náttúrulega gríðarlega mikil mengun í stofnstærð á álnum. Ég las eitthvað staðar Það mengun og það eru mannvirki og ýmislegt sem hefur þar komið við sögu. Það 1%, það tala sko álastofnin við lok seinni heimsstyrjaldar, það sé í dag 1%. Já. Þannig að vonandi komist við ekki þangað með laxinn okkar. Nei, við bara, ef við vandum okkur, þá held ég að hann fari ekki þangað. Nei, en talandum að við komum nú inn að það síðast við spjörluðum saman, það blessuður hreistu sín. Við ætlum, það svona eitthvað sem við veiðum en getum gert til þess að aðstofa við að teikna upp einhverja mynda þessu ástandi í þessum stofnum og lífsferil, það að skila hreistu sínum til ykkar á Hafrannsóknastofnun. Já,
þau hafa bara rannsóknar hlutverki að gegna hjá okkur og hérna þetta hefur eiginlega sko það hefur dregið mjög úr skilum á hreistu sínum núna síðustu árum sérstaklega eftir að menn fóru að taka upp þessa veiði aðferð og sleppa. Þegar fiski er sleppt til lífs þá hafa menn ekki kannski bara kunnað að taka hreistur. Það er vel mögulegt að gera það og taka nokkra flögur og setja í svona poka eins og ég með hérna. Já, og við hérna lofum því síðast en stóðum ekki við það en við ætlum að hérna reyna að koma þess á okkur svona staðar sem er aðgengilegt fyrir veiðimenn að nálgast þetta og mér hugsa nú líka til þess sko að hérna ég var svo heppinn að veiða hérna minn stærsta sjóbirting í haust 95 cm hæng í Tungufljóti í Skaftafellssýslu og hún var sjálfsög sleppt en rosalega verið til að hafa tekið hreistu síni og svona geta fengið þær upplýsingar hvað hann væri nú gamall og hvað hann hefði gengið oft þessi sjávar og mátt þóla. Hvenær var þetta? Var þetta sent að hausti? Já, þetta var í október, hængur, já. Það hefði verið erfitt verið að ná hreistri af honum. Já, ég ekki nátt ostaskera eða eitthvað. Það er rosalega, þeir eru komið svo mikill skrápur á þá að það er bara mjög erfitt að ná hreistri af svona hængum, sko. Já, það er svona helviti mikið leður á honum, sko. Það er rosalega, sko. En það var satt bara þegar maður var að handleika, sko, sá öll örin og bara maður gætt bara ímynda sér hvað þessi fiskur er svona gengið í gegnum á hrygningaslóð og örglaði sæsteinsu einhvern tíma leið á honum og hansi margt sem að á daga hans hefur drefið örglega. En hvað getur svona fiskur verið gamall? Þannig erum við að tala fisk eitthvað yfir 10 kíló, sko. Þessi fiskur, hann getur hafa farið í gegnum margar hrygningar þessi. Já, eitthvað nálgast bílprófsaldurum bara? Já, hann getur hafa verið orðið 10 ára þess vegna. Ekki eldri en það þó? Þeir geta vaxið vel. Ef að hafið gefið vel að þá vaksa þeir rætt. Ef að sandsílið til staðar, þá verður mikill vöxtur. Og þeir ná 95 cm lengd í þetta kannski er nú ekki alveg kannski með það í haustnum en það er fyrir að þú ímyndaðir. Já, ok. En nú höfum við hérna, sko nú sér maður það að sjóbirtingurinn hefur svona sótt aðeins í sig veðrið og þú veist það er allavega betri afli hjá veiðimönnum og náttúrulega veið og sleppa náttúrulega endur veiði og allt það inn í því. Já. Erum við að tala um hans svona í blóma með þessu hlínandi loftslægi og annað? Já, hann er að sjóbirtingstofnar hafa verið í vexti núna á síðustu árum. Öfugt á móti kemur að sjóbleikjan henni hefur verið að raka og hann kemur svolítið þannig í staðinn sjóbirtingurinn. Það eru þetta gríðarlega samkeppni á milli allra þessara laxfiska tegunda okkar. Já. Og meira segja það sem að laxinn gefur eftir að þá getur komið þar urriði inn í staðinn, sko. Þetta er gríðarlega mikil tegunda samkeppni þannig í gangi, sko. Já, og bara magnaða fylgjast með eins og Eyjafjarðará, sko, sem að hefur verið að sveiflast meira yfir í sjóbirtinga og þá eitthvað leiti kostna bleikjunar. Já. Það er enda hefur hafið fyrir norðan, það hefur verið hlýtt á síðustu árum. Það hefur haft þýðingu fyrir sjóbirtingin þar. Og eins á Vesturlandi, þar hefur hann líka verið í vexti. Já. Segðu mér hérna, listinni dæmdur hjá okkur? Eitthvað fleira sem þið finnst langar að koma á framfæri? Nei, bara ekkert svona sérstætt sem ég man eftir. Þú ert nú búin að vinda mig eitthvað. Já, við erum búin að fara ansi víða, sko. Og við bara spjalla. Ég sé það með kannski eitthvað pælingu, eða svona 2. Eins og þú hefur svolítið verið með að rannsaka fiskin í Kúafljóti og Tungufljóti. Mér finnst einhvern veginn að maður er búin að vera svolítið mikið við leiðsögn og bara veiða sjálfur. Þetta sé einhvern veginn 2 stofnar af sjóbirtinga útlitslega séð. Finnst mér svolítið munur á þessum fiskum. Er eitthvað sem að þú er séð varandi það? Já, bara sjáaflan. Sko, þeir hafa nú verið að draga á í Kúafljóti, bændur, og það eru svona hefðbundnar veiðir sem eru mjög lítið stundar í dag. En það er þó eitthvað það þegar maður sér tröllin sem koma þar á netunum. Það er ekki fiskar, þeir sjást ekki eins og upp í Tungufljóti, sko. Þetta er bara jökulva stofn. Já, nei, svo þessi stóri sem Sigþór fekk, hann er svolítið meiri svona kubbur, ekkert rosalega langt andlit og stóra doppur, svolítið ljósbrúnar. Já. Síðan vikunni fyrir þá kom annar 93 cm land
hann var ekki jafn þykkur svona kubbur, fullt af litlum doppum og lengri haus og hvort þetta sé ferskvassfiskurinn sem býr bara alltaf upp í. Þetta hefur bara verið kúðafljóts sjóbirtingur sem það komist í þarna. Já, bara, þú veist, ég var bara ánægður að fá hann í október, ég held ég aldrei náða landvarum mánuði fyrr, sko. Nei, ég var nú hérna við leiðsögn mánuði fyrr og sama stað og hérna og kúnni minn setti í hérna einmitt eitthvað fisk í þessum stærðaflokki og það var ekkert við það ráði, sko. Það er ekkert ólíklegt að þarna séu, þú veist, fleiri stofnar. Það er bara eitt stofnum hverja á og það er ekkert ólíklegt og það verður ykkur blöndun þarna milli líka, sko. Já, og er ekki svolítið hrygning líka í kúðafljótunum sjálfu? Jú, það er hrygning nefnilega þar. Við erum að finna þarna seiði á fyrsta aldursári, en bara neðarlega í kúðafljótið, þá erum við að tala bara niður við brú á Hringveginum. Og það eru bara afsprengi jökulvatnshrygningar og í kúðafljóti sjálfu. Nú eins og flæðir þarna yfir leir og sandur og hvar er þessi fiskur að hrygna? Það er bara eitthvað sem maður þekkir ekki. Ætti þessi hrogn ekki öll að vera bara komin út í Landeyjahöfn á vorinu? Ég meina, Skaftárhlaupin eru náttúrulega ofsalega mikill tálmi auðvitað og hefur örugglega mikil áhrif á stoppstarð þessa fiska. Við vitum ekki mikið þetta, hvernig þetta er. Fyrir það fyrsta þá sjáum við náttúrulega mjög lítið og takmarkað onni í jökulvatnið og þetta er mjög erfitt að gera sér að fullu grein fyrir þessu. Til þess að svara þessu nánara þá væri vissulega hægt að fara út í erðaransóknir og það er allt hægt. Það verður að skýra málið betur með þeim hætti. Svo er nú eitt við hennar sjóbirting og það sem að gera hann svona forðilegan og magnaðan og konung ferskvassfiska titlaðan að þér er að hann er náttúrulega dularfullur. Þetta er ákveðin draugur svona, bæði bara þegar maður er að veiða maður sé bara þetta birtufari og annað hvað hann getur látið sér hverfa bara og undir bakka og það er eitthvað spennandi við að við vitum ekki allt líka en auðvitað verður náttúrulega að sanka okkur, við verðum að vita eitthvað þá svo við getum vendað á varveitt. Já, og ég hef áður minnst á það við erum ekki að standa okkur nægilega vel í rannsóknum á sjóbirtingi, við þurfum að auka þar við. Benóni, við endum þetta á þessu aukaður rannsóknir á sjóbirting. Takk hérlega fyrir komuna í Hylinn. Takk sömuleiðis.